Þá það 9. liður, skýrsla bæjarstjóra og það Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri sem fer yfir helstu atriði í sínum störfum, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að venju þá er þetta það helsta sem hefur verið á mínu borði síðastliðnar 2 vikur. Miðvikudaginn 19. mars sat ég eigandafund Norðurorku og að honum loknum þá tók við áframhaldandi samtal við SSNE líforkuver. Síðasti fundur þess dags var aðalfundur Arctic Mayors Forum sem fór fram bæði í staðfundi í Bótu og í Noregi og vefnum og ég var að sjálfsögðu hérna inn á skrifstofu. Og það komið nýr formaður, hann heitir Gunnar Vilhelmsen og borgarstjóri í Tromsö. Ég hlakka til þess að vinna með Gunnari enda höfum við átt gott samstarf síðastliðin ár áframhaldandi uppbyggingu samtakanna sem stækka mánuði frá mánuði. Síðasta vika var örlítið óvenjuleg þar sem bæjarráðsfundur var haldinn á mánudaginn vegna ferðalaga forseta bæjarstjórnar og formanns bæjarráðs á vinabæjarfundi í Álasundi í Noregi. Nú á þriðjudaginn þá var skrifað undir samning við félag eldri borgara á Akureyri og það var afar ánægjulegt að taka á móti nýjum formanni félagsins sem Karl Erlendsson og ég vil að þessu tilefni þakka fráfarandi formanni Hallgrími Gíslasyni fyrir sérstaklega gott samstarf. Og þennan sama dag fór fram í hófi bæði aðal- og ársfundur Norðurorku. Í síðustu viku var fundað með heilbrigðisráðherra húsnæðismál og önnur málefni hjúkrunarheimila hér á Akureyri og hann var afar góður við Halla Björk sátum hann og Dan Jens Brynjarsson. Nú það var stjórnarfundur og aðalfundur þekkingavarðar í síðustu viku og þar var áfram verið að ræða uppbyggingu á háskólasvæðinu. Nú svo á miðvikudaginn þá fór ég afar ánægjulega heimsókn til þeirra Þóreyjar Erlu Erlingsdóttur og Alexanders Ottós Þrastasonar en þau eru foreldrar Rebekku Rúnar sem 20.000 íbúi Akureyrarbæjar. Foreldrunum og litlu telpunni voru farið að gjafir að þessu tilefni frá Akureyrbæ og Rebekka Rún hún fylgdist með öllu þessu af mikilli athygli, óskaplega fallegur og gerðarlegur krakki og ég vil aftur og senda innilegar hamingjuóskir til foreldranna og litlu stúlkunnar. Og að síðustu þá vil ég nefna að ég fór í vettvangsferð á Torfunefið með hafnarstjóranum Pétur Ólafssyni og var að skoða framkvæmdirnar síðastliðinn föstudag sem og framkvæmdir við rútustæði niður á hafnarsvæði og ég hvet ykkur til þess að fá okkur bíltúru niður á höfn og skoða þessar framkvæmdir niður á Torfunefi sem eru að taka á sig mynd og ég held að það sé bara núna á næstu vikum verður kanturinn komin í fulla stærð og það gert ráð fyrir því að það verði hægt að nota hann svona til bráðabirgða í sumar enda búist við miklum fjölda skemmtiferðaskipa. Ég set punktinn hér. Takk. Þakkum Ásthildur Sturludóttur fyrir góða yfirferð eftirfaldar fundagerður og lagðar fram til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa 19. og 27. apríl 2023, bæjarráð 24. apríl 2023, fræðslu- og lýðheilsuráð 24. apríl 2023, skipulagsráð 24. apríl 2023, umhverfis- og mannvirkjaráð 18. apríl 2023 og velferðráð 27. apríl 2023. Segir þeir með fundi slitið 17:20.